Ég mætt niður á bleiku sveiturstofuna mína með bleikan Joe Juice í matching setti. Eru að sjá bumbuna? Sjáðu þið? Mér líður svo hún sé loksins mætt. Klukkan bara 9 og ég að fara að vinna 9-3 í dag. En ég þarf alveg að stússa svolítið mikið eftir vinnu. Og sko þessi vika er búin að vera smá pirrandi og þegar ég er búin að vera svo busy, ég er búin að vera að vinna bæði mikið og ég er alltaf búin að þurfa að byrja svo seint út af þú veist við fórum í sánar einn dag, svo fór ég til ljósmóður einn dag og já, ég er bara búin að þurfa að byrja seinna, klára seinna og ég næ ekkert að stússast. Strákarnir eiga sérst afmæli á morgun og fyrir þá sem ekki vita þá sérst að eiga bæði Brynjar og Oliver afmæli sama dag, 13. mars. Oliver, þegar ég varð ólétt á honum, þá var settur dagur 13. mars, afmælisdagurinn hans Brynjars og við vorum bæði bara eitthvað lol, bara hverju er líkurnar. En líkurnar að hann myndi koma þann dag, við vorum bara eitthvað, nei, hann er aldrei að fara að koma. Og svo fættist hann á settum degi og stal afmælisdegi pabba síns. Þannig að þetta er svona stór dagur á heimilinu okkar. Ég tek mér alltaf frí 13. mars og ég man í einu vídeo heldur fyrir 2 árum. Þá sagði ég þá ekki að fyndi Brynja fór að vinna á afmælinu sínu en ég tók mér frídag. En þetta er svona frídagur fyrir mér. Og ég nýti hann, þú veist, þegar hann er að vinna þá nýti ég hann í stús en á morgunni er hann búinn að redda sér fríi og við ætlum að gera eitthvað saman. Finnst það bara svo mikilvægt að passa að Brynjar fái líka afmælisdag. Þú veist, og því núna er Oliver að deila með hann deginum, hann fær náttúrulega mest athyglinna. Þannig að mér skeggi eftir að Brynjar fær að vera í fríi og ég og hann nýtum daginn 2 saman og síðan kemur Oliver heim á leikskólanum og við gerum eitthvað með honum og svo fær hann yfirleitt náttúrulega veislu, skilurðu. Ég þarf að sækja einhverja afmælisgjafir í dag og fara í búð. Ég ætla bara að taka ykkur með mér í smá afmælisvlog. Ég mætti í Úlfarsdal að sækja hérna hjá Sandi og Kó. Það er bara stormur hérna og snjór. Það var sko bongo við skeifinni fyrir tíminn. Ég var að fá SMS að næsti pakki er tilbúinn til að sækja. Þetta er alltaf heppnast hjá mér. Ég var svo stressuð, ég var svo sein að panta allar gjafir. Þannig að ég ætla að fara næst í Elko að kaupa afmælisgjöf fyrir Brynjar og svo sækja pakkan hans Olivers. Jæja, Oliver, er þetta seinasta nóttin þín 3 ára? Já. Ætlum við að vera með afmælis morgumat? Og ætlum við að opna alla pakkana? Já. Ertu spenntur? Já. Reyna að opna þetta? Já, ekki alveg sjálfur. Já, ég sjálfur. Hver á afmæli í dag? Ég Og pabbi. þetta er allir pakkana í strákunum hér. Þetta er dúkur síðan á sensta ári, hann er svolítið pruffaður. Smá hérna cute. Og ég var að prófa kórununa. Já. Það verður þess að ljóna afmæli í næstu viku og ég keypti ljóna kórunu fyrir hann. Ó, hvað flottir! Já, Oliver er búinn að opna alla pakkana sína. Sjáðu, Oliver! Já. Veistu hvað þetta er? Hurð. Þetta er segulveggur. Segulveggur. Þetta er nýju. Oliver sérst elskar að reikna, þannig að hann fekk frá systur minni alla stafina og alla tölustafina, þannig að hann getur leikið sér að reikna. Vá! Þannig er afmælisdiskurinn. Afmælisdiskur. Já. Þannig að alltaf þegar þú ert afmæli, eða þegar litli bróðir á afmæli, þá megi nota þennan disk. Er hann ekki flottur? Litli bróðir er ekki afmæli. Og við smá gjafahol að því ég var svo fljót að pakka sinni í gær í vídeóinu. Að Brynjar sérst vildi þessi, þetta er eitthvað svaka hernatól. Og hann vildi þau. Svo gaf ég honum 2 Sara rakspíra óslagólíktaði. Þetta frá Sandi og Kó, en við sérst gerðum fingrafari okkar. Þetta er mitt og þetta er Olivers. Og aftan á stendur Elskum þig. Og
keðjan aðeins og stóð, þannig ég ætla að reyna að gátt að ég geti keypt nýja keðju og minkað það. Og eina svona sjómannahúi eða hvað sem það heitir. Kattrár. Svo keypti ég svona afmælisátu til Ólífer sem ég ætla að láta hann fara í og eftir. Og Söru, buxur, bara svona nærbólasett. Keypti ég 2 bækur fyrir hann, Gullbrá og Emmubók. Og þetta svona reikningssett, af því hann bara elskar að reikna þessa dagana. Þannig að hann getur gert alls konar með þessu. Svo fékk hann alla stafina og tölunar frá systur minni. Og þeir fara á þennan segulvegg sem við vorum að gefa honum. Og mér finnst þessi segulveggur koma svo vel inn í herberginu hans. Og svo langar maður að setja kannski einhverja hillu. Þessi veggur alltaf svo tómur. Þannig að þetta svona... Hvað? Er þetta 6 eða 9? 6. Já. Það er alveg rétt. Já. Alltaf gott viður á 13. mars, ég er að segja það. Það er alltaf sól. Við erum að fara í spa og nudd. Við vorum að klára klukktíma spa nudd og ég er ekkert eðlilega senuð. Prentum okkur brauðkorfu og þetta er svona smjör sem ég gera hér og parmesan kartöflur og við ætlum að borða hérna aðeins. Þegar ég var í nuddinu þá ágríns fekk ég bara flashback af deginu sem Ólífer fæddist. Ég var bara að hugsa, ég ætti núna 4 ára barn og hvað er langt síðan, ég bara fæddi barnið, eða fæddi hann. Og hugsa, ég hef aldrei sagt ykkur fæðingarsöguna. Ég ætla alltaf að gera það og ég var alltaf að spara hana. Og ég vissi ekki hvernig mér langaði að segja hana, en mér langaði alltaf svo að segja hana. Þannig ég er að spá í tilefni 4 ára afmælins hans að segja ykkur bara mjög stutta, lítið díteilera fæðingarsögu. Daginn fyrir 17. dag, Ólífer var, já, eins og ég sagði áðan, það var 7. dagur 13. mars sem er afmælið hans, hann fæddist þann dag. En daginn áður, þá lendi ég í því að það byrjar að leka vatn. Ekki það mikið að ég sé eitthvað, ég er að missa vatnið, en það byrjar samt að leka og ég er bara, ég er ekki að pissa mig. Þetta er eitthvað, þú veist. Þannig að ég hringi upp á kvennadeild á Akureyri því þar bjó ég á þeim tíma. Og ég hafði alveg þurft að fara oft í eitthvað svona rit og eitthvað svona hringja á meðgöngunni. Og alltaf þegar hringdi var bara ekkert mál að koma. Það var bara, nánast ég þurfti varla að segja nafnið mitt ef hvað var að og þau var bara, ekki bara koma. En þetta kvöld, þá hringi ég og ég byrja að útskýra. Og ég lendi á konu sem ekki til í að fá mig og ég heyri það bara á henni og hún bara spyr mig ógeðslega mikið spurningum og basically ég bara reyna að láta mig ekki koma. Á endanum þá er hún bara ok, gott. Á laugardagskvöldi þá förum við Brynjar upp á spítalann Akureyri og hún tekur á móti okkur og hún byrjar á því að það er bara svona, það sést svo vel að hún nennti ekki að fá mig og þetta var já, laugardagskvöld, það var Eurovision og þær voru allar hjúkrunar ljósmæðurnir að horfa saman og það var svo augljóst að hún nennti sig ekki. Byrjar eitthvað svona skammast að Brynjar megi vera með mér og það var COVID en samt hafði það aldrei verið neitt vesen í neinum ritum og hún var bara svona gett sem eitthvað svona þung, bara svona attitúd í henni. Setjum í rit og svo tekur hún svona test til að tjekka hvort að legvatnið sé farið. Hún er bara, eins og ég segi, hún er með svolítið svona attitúd og eins og hún bara nenni ekki alveg að hafa þetta, hún heldur bara að sé ekki neitt. Þangað til að prófið kemur jákvætt út og þá kemur sérst að ég hafi mist vatnið og þá bara, þar svona hafi bara breyst attitúdið hennar og þá var hann allt í henni bara, herðu, ok, þetta er bara að gerast. Fyrir þá sem ekki vita, ef þú missir vatnið þá þarftu sérst að fara af stað á næsta sólarhring. Hún skráði mig í gangsetningu næsta morgun og ég á að mæta aftur til að byrja að taka svona gangsetningatöflur. Við fyrir bara heim, við fyrir að sofa, vöknum næsta morgun, ég leyfi Brynjar að sofa því hann á afmæli og ég fer og ég sæki svo töflur, tek eina á spítalanum, kem heim og á síðan aftúrst taka svo töflur á nokkur tíma fresti. Já, ég er bara í rosa miklu chilli, líður bara vel, ég er ennþá að reyna
peppa Brynjar ég að koma í eitthvað svona brönns með mér, ég var svo mikið samvinskupið að hann ætti afmæli og við varum ekki verið að gera neitt. Og svo tók ég aðra töflu, held ég bara eitthvað 11 morguninn og þá allt í einu bara byrja ég að fá geðmiklu verki. Ég var alltaf svo stressuð að þú veist, veit ekki hvenær ég ætti að fara upp á spítala og náttúrulega öll þessi app sem eitthvað svona, þú getur downloada appi sem eitthvað svona, þú ert að tæma verkina þína og síðan segir appið, ok, núna átt að fara eða núna það getur slaka og þú ert ekki verið strax og eitthvað. Og ég var með þetta app og appið var náttúrulega alltaf að segja mér að fara sem ég held að bara segja öllum að gera. En ég var bara að deyja þannig að við ákveðum að fara upp á spítala og fara í rið og okkur var basically bara boðið að koma strax, leggjast, þú veist, velja herbyggi og bara ekki fara heim aftur. Mér fannst það bara þægilega að vera þarna heldur en heima. Við fengum sko að velja fæðingarherbyggi, það eru 2 fæðingarherbyggi á Akureyri og við fengum að velja bara því að var engin annar að fæða. Þannig að við völdum bara stærra herbyggið. Ég fæ bara á bolta, fæ glaðloft, verkjalyf. Bara þetta var ógeðslega fallegur dagur. Eins og ég segi, 13. mars, það er alltaf fallegur dagur. En það var bara gett svona, já, gott svona bjart herbyggi. En síðan er ég bara að deyja. Ég er alveg stressuð fyrir næstu fæðingu af því að ég, sko, ok, þegar þú fær gangsetningar, eða settur af stað, þá eru víst hríðarnar verri, það er sagt, og ég var bara eitthvað að deyja. En ég mældi samt alltaf geðveikt lítið í útvíkun. Ég loksins mænudeyfingu og bara ángurins kóngalæknir sem gaf mér þessa mænudeyfingu, hann gaf mér bara fullkomnan skammtinn. Já, með minni sko, við höfum farið inn á herbyggi í svona hádeginu og svo fæ ég mænudeyfingu ekkert seinni part og svo kvöldið þá tjekkar hún á útvíkun og ég held að ég var bara í 3,5 eða 4 sem er ekki mikið. Hún ákveður að sprengja belginn, og þegar hún sprengir belginn þá gusast vatn út og bara allt vatni og við vorum bara eitthvað, ok, átti ég ekki verið búin að missa allt vatni en hún sagði að það hefði örugglega verið eitthvað svona, man ekki hvað hún orðan notaði, millibelgsvatn. Það var vatnið en það var ekki bara allt vatnið. Þannig já, þá bara gusast vatnið út og hún er bara eitthvað, ok, flott. Og hún fer eitthvað fram og innan við örugglega 5 mínútum þá byrja ég að vera bara, fuck, ég þarf að rembast. Bara, hann er að koma. Hún var frammi og ég bara, Brynjar, þú verður að fara að finna hana, bara farðu og finna hana. Brynjar fer eitthvað fram og leitar af henni og kemur aftur og segir eitthvað, já, hún segist þér að koma og ég bara, ég er að fara að rembast, sko. Þannig að hann fyrir eitthvað, held ég aftur fram og segi bara, heyrðu, það var eitthvað að koma núna. Hún kemur í sko mesta chillinu, hún er bara, hvað það eru? Og hún er nýbúin að mæla mig í 3 eða 4 mínútur fikun, sko. Ég segi bara við hana, bara ekki þarf að rembast. Og hún er eitthvað svona, ok. Tjekkar aftur útvikun. Ég kom í 10. Á sko ángríns 5 mínútum. Þannig að hún segir við mig bara, heyrðu, þú mátt bara byrja að rembast. Og ég man, mér fannst alveg óþægilegt hvað hún var chilluð. Þú veist, það er okkur mörgur sem myndi finnast það gott. En ég var bara, Þú veist, hún var bara eitthvað, hún var bara eitthvað að skrifa eitthvað niður, já, bara byrjaði þegar þú vilt. Þú veist, hún var bara svona. Og ég var bara eitthvað, ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera. Ég held að ég hafi verið að rembast í svona 10 mínútur, ekki lengi. Það voru bara nokkur rembingar, sko. Og hann var komin í heiminn. Og ég veist, mænudeyfingin var svo góð að hann gaf mér svo góðan skammt af því ég gat hreyft fæturnar, þú veist, sumir eru bara alveg lamaðir í fótunum þegar ég fór mænudeyfingu. En ég gat hreyft fæturnar og ég fann fyrir að ég þurfti að rembast þegar sumir finna ekki þessa tilfinningu og þú vilt finna þessa tilfinningu svo líkaminn geti sagt þér meira hvað þú átt að gera og hvenær og eitthvað svona. Ég vona að næsta reynslu mín á mænudeyfingu verði þannig og bara næsta reynslu mín á fæðingu. Mér fannst þetta ógeðslega vont, svo stríðarnar, en það gekk samt svo ógeðslega vel, þú veist, þetta var, ég fekk fyrstu töfluna 8 morgun og hann var fæddur 9 kvöld. Já, og ég man bara, ég fekk hann í fangið og ég kunni ekki að halda barni og ég bara, hún sett hann á mig og ég sko hreyfði mig ekki og ég sá ekki framan í hann og ég bara þorði ekki að snúa honum til þess að kíkja á hann og eitthvað. Ángríns, þú var að fæða Akureyri og varst að horfa á þetta. I'm jealous. Ég var svo góð reynslu á Akureyri, bæði bara öllu, þú veist, meðgöngunni og fæða. Þannig að já, þetta var fæðingarsagan mín í vonandi stuttumáli. Ángríns, þegar ég var í nuddinu, ég var að endurlifa þennan dag, ég man hann svo skýrt og vel. Mér finnst svo skrítið þess að ég komin 4 ár síðan. En við ætlum að fara að borða og hvað er klukkan hérna? Hún er örugglega bara, þurfum okkur bara að fara bráðum. Hvað finnst þú borða í matinn? Hvernig snum?
Jag tycker franska. Hvað veistu þér? Ég tók ekki mikið upp út að borða. Þetta var aldeilis út að borða ferð. Brynjar var sko brjálaður í skapinu sem hann ekki oft. Við vorum að velja stað til þess að fara á. Þá stakk ég upp á eitthvað svona nokkrum stöðum. Og hann var með rosa litlar skoðanir hvað hann vildi fara á. En hann var samt eitthvað svona, þegar ég sagði Mathús Garðabær sem við fórum á, þá var hann eitthvað svona, er þetta ekki orðin eitthvað svona lélegur staður? Og ég var bara eitthvað, af hverju sérðu það? Klúður 1 var, ég fekk ekki allan matinn minn og hún kom eitthvað og sagði að þjónninn hefði sagt að ég vildi fá hann eftir fyrsta rétti minn. Og ég var bara eitthvað, ok, ég sagði það ekki, en náttúrulega. Stjórstu býtur honum, hún kom með hann. Red flag 2 var að steikin hans Brynjars var rosa chewy og honum fannst hún eiginlega bara vera hrá í miðjunni og að enda. Þannig að hann var hræður við því. Númer 3. Ég sérst pantaði með svona blómkálsvængi. Þau komu bara í svona skál og ég var búin að borða kannski 3 bít í 4. Ég bít í bein, kjúklingabein. Í blómkálsvængjaskál voru kjúklingavængir. Svo þú gast valið þess að blómkálsvængi og svo gastu valið kjúklingavængi. Og ég veit ekki hvernig þetta á að hafa blandast saman inn í eldhúsi. Það er alveg bara red flag alert. Ég bít í kjúklingavæng og ég græmist þetta og mér finnst það ógeðslegt. Þannig að við sendum það bara í burtu og ég segi bara ég vildi ekki og ekki rukka mig fyrir þetta og eitthvað. En ég var sko líka þjónn á grillmarkaðanum. Hann pælir ógeðslega mikið í bara svona þjónustu og hvernig þjónarnir eru og hvernig bara allt borið fram. Og honum fannst bara þjónustan vera svo léleg og það var alltaf að koma, þetta var svo mikið chaos í þjónunum, það var alltaf að koma sikkur þjónn einhvern veginn að tala við ykkur, svo var kannski einn búinn að koma að segja eitthvað, svo kom annar og sagði eitthvað. Svo fer ég með Oliver í þetta leikherbergi og sko ástæðan eða okkur í fórum var að því ég var búinn að sjá á Mæðra tips að það ætti að vera eitthvað svona næs leikherbergi og ég hugsaði bara, ok, Oliver á afmæli fyrir mig eitthvað sem honum finnst gaman líka. Nei, þetta var hræðilegt leikherbergi, þetta var sko leikherbergi / geymsla, það var bara eitthvað klósettpappír og fullt af stólum, ógeðslega þröngt, sjónvarpið, þú veist, virkaði ekki, allt gætt bara skítugt og eitthvað svona. Oliver eitthvað svona að leika sér hana í eitthvað svona tröppum sem á að vera svona sæti, þetta er svona bekkir þegar þú ert að horfa inn í eitthvað svona sjónvarpsherbergi. Og Oliver dettur 3 tröppur niður, risatröppur og bara fær sára vöruna og hér og ég bara, hvað er að gerast hérna? Brynjar var sko, hann var svo ósættur við hennar stað að við höfum valið hann var svo pirraður við höfum valið hennar stað. En hann er komin í betra skap núna. En já, þannig að við gefum Mathús Garðabæ mjög lága einkunn. En Oliver er að fá að vaka lengi í kvöld. Klukkan er að ganga 9 og hann er að bara horfa á leik sem er nýja dót sitt. Eftir viku, næstu helgi, þá er afmælisveisla fyrir hann, þannig ég ætla að vlogga næst bara preppið fyrir hann og afmælisveisluna. Góðan daginn. Það eru nokkru dagliðinir og afmælisveislan er eftir nokkra daga og ég er bara svona að fara að byrja núna að preppa fyrir það, kaupa allt sem vantar. Ég sá að allt í köku á eitthvað svona ljónadiska, glös, servéttur, dúk. Þannig ég er að pæla að kaupa það hjá þeim út af því það er aðeins ódýrara en hjá partybúðinni. En partybúðin er með ljóna pinjata og á öskudaginn þá fengum við myndir af Oliver í leikskólanum að slá svona pinjata og hann talaði eins og hann finnst það ekki gaman. Þannig mér finnst gett krúllegt að kaupa svona ljóna pinjata og leyfa bara krökkunum í afmælinu að slá og þá koma, þú veist, eitthvað annað með rúsínur, eitthvað svona dót. Ég er með smá pásu núna í vinnunni, eða ég veit, já, það er alveg svolítið í næstu konuna, þannig að ég ætla að hlaupa hérna hinum um götuna í partybúðina og gátt þið get ekki keypt pinjata. Hérna er eitthvað aðeins meira úrval en ég var búin að sjá á netinu. Þessi er alveg flottir, þetta er dúkur. Grímur. Mjög þægilegt að vera að vinna hérna hinum megin við partybúðina. En komin með ljóna pinjata. Svo setur maður nammið hér og loka fyrir. Jæja, elsku sæti mín. Klukkan er 2 á föstudegi. Afmælisveislan er á morgun. Það er bara versta, sést ekki kannski, en versta veðrið til að fara að stússast. Ég þarf semst að byrja á því að fara í allt í köku
og sækja, ég keypti sem sagt svona sykurmassa ofan á köku, svona Lion King. Þannig að ég þarf ekki að pæla í að skreyta kökuna, ég bara baka hana og svo bara skelli ég sykurmassa myndinni á og þá bara komin æði afmæliskaka. Þannig já, ég að fara í allt í köku og sækja það og kaupa allt svona, þú veist, servitur, diska, dæmi, kannski eitthvað skraut. Svo þarf ég að fara að kaupa afmælisoutfit fyrir strákana. Þú veist, Oliver og ætla að kaupa eitthvað, kannski fyrir Brynjar að vísi eitthvað sætur hann. Svo Oliver fyrir afmælisklippingu. Nei, sko, að klippa honum hárið bara erfiðasta sem ég geri. En þetta í fyrsta sinn sem hann segist vera til í að fara í klippingu. Og ég bara vonast til að það standist þegar við mætum. Og svo ég heldur bara fyrir að eyða kvöldinu í að baka og stilla öllu upp. Við erum að halda þetta hjá mömmu, ég man ekki hvort ég má segja það. Þannig já, komum með mér í smá stúss í stormi. Ok, það semst ljóna þema. En ég samt að pæli að taka svona diska. Það því að ljónadiskan svo litlir. Það eina stærðin sem til af þessum. Ég vil taka svona. Og svona servéttur. Ég var að lenda í örugglega svona mest pirrandi sem ég geti lent í bónus. Ég var að ganga frá pókanum inn í bíl þegar kærra mín fíkur á annan bíl og sko, það er svo stórt taglivél at the moment. Og ég bara svona, mér finnst pirrandi að það sé mér að kenna að því þetta er kærra mín, að ég reyndi eins og ég gat að setja kærruna þannig að hún myndi ekki fjúka á neitt. Og það var sko engi bíl hliðin á mér, en svo kom akkurat valdi þessi gæi stæðið hliðin á mér þar sem ég var að setja póka í bílinn og þá fíkur kærran á hann. Ég tafðist svolítið í bónus, ég ætla að fylla út sjónarskýrslu með honum. En ég er búin að segja Oliver, bara að fara með pókana heim til mömmu. Pappa ætla að ganga frá þeim fyrir mig. Og við þurfum eiginlega bara að brunna í klippingu. Þú til í það, Oliver? Nei. Ekki klippingu? Ég er búin. Ég vona að þetta gangi vel. Við séum Flottir. Klippingin gekk svo vel, ég í sjokki, hann leyfði honum að klippa án þess að kvarta neitt, án þess að gráta neitt, án þess að biðja hann að hætta. Hann bara satt og leyfði að klippa sig og hann fekk fyrsta skipti klippingu sem þurfti ekki að drífa sig í gegnum eða hætta þegar hann var ekki tilbúin eða eitthvað. Þannig að hann svo að bíl. Ég er komin í mömmuhús, þar sem afmæli verður á morgun. Ég er strax búin að sulla á mig smá köku, af því fyrsta kakan er komin inn í ofn. Ok, ég ætla að sýna ykkur smá haul úr allt í köku, ekki spons. Það er semst ljónaafmæli og ég byrjaði á því að kaupa ljónaservéttur. Ég sýndi Oliver diskana og hann var ekki alveg nógu sáttur að þú veist, það væri fleiri dýr en ljónið en ég held að hann verði alveg sama morgun. Keypti svona dúk til þess að setja á stóruborðið. 4 ára kerti fyrir afmæliskökuna og svo bara plastglös. Keypti ég eitt svona bakka og þú veist svona þess að geyma afmæliskökunni út ekki þarf að nota formið tvisvar þannig að getum við sett kökuna hér og geymt hana á svona disk, ég veit ekki mér fannst þetta eitthvað sniðugt. Og svo er þetta sérst sykurmassi sem fer á afmæliskökuna. Fyrstu pakkin! Wow, what's that? Hvað finnst þið hvað?